En það hefur mikið verið rætt mögulegar ástæður þess að stjórn FL Group liðaðist í sundur sumarið 2005. Stjórnarmönnum ber ekki saman það hvort 3 milljarða millifærsla úr bókum félagsins án heimildar sé helsta ástæðan, líkt og fullyrt í Morgunblaðinu í gær. Umdeild kaup á bréfum í Íslandsbanka án samþykkis stjórnar, auk hugmynda Hannesar Smárasonar kaup á Skeljungi og Tryggingamiðstöðinni skiptu miklu máli þegar stjórnin sprakk samkvæmt heimildum Kastljós og Sigmar tekur nú við. Þau Inga Jóna Þórðardóttir, Árni Oddur Þórðarson og Hreggviður Jónsson sögðu sig úr stjórn FL Group í lok júní 2005. Stuttu síðar sögðu 3 stjórnarmenn til viðbótar sig úr stjórninni eftir að hafa selt sinn hlut í fyrirtækinu og þá var Hannes Smárason stjórnarformaður einn eftir í stjórninni. Á hluthafafundi 9. júlí greindi Inga Jóna Þórðardóttir frá því að ekki hefði verið farið eftir þeim reglum sem í gildi voru í veigamiklum atriðum. Starfshættir innan stjórnar félagsins hefðu ekki verið með þeim hætti sem samþykktur og starfsreglur félagsins segðu til Þetta vakti mikla athygli og ekki síður þótti það fréttnefnt haustið þegar forstjóri félagsins Ragnhildur Geirsdóttir hætti með háan starfslokasamning í vasanum. Þetta þótti mikill álitssnekkir fyrir Hannes Smárason sem þá var starfandi stjórnarformaður félagsins og aðaleigandi. Í framhaldinu flaug sú saga viðskiptalífið að ástæða þess að stjórnarmennirnir og forstjórinn gengu út væri fyrst og fremst sú að 3 milljarðar hefðu verið færðir úr bókhaldi FL Group án heimildar til KB banka í Luxemburg. Síðar sama ár var Hannes Smárason í viðtali hér í Kastljósi. En hvað með sögursögnur það að þú hefur án heimildar stjórnar tekið 3 milljarða og millifært 3 milljarða út í fyrirtækinu á reikning út í bæ? Ragnhildur á sín tíma átt að hafa gert athugasemd við þetta? Þetta er bara þvæla. Þetta er bara þvæla? Já. Alveg frá upphaf til enda? Frá upphaf til enda. Í Morgunblaðinu í gær fullyrði svo Agnes Bragadóttir blaðamaður í pistli að hún hafi í síðustu viku fengið staðfest að sagan milljarðana 3 hafi verið rétt. Þeir hafi farið út úr fyrirtækjunu án heimildar til KB banka í Luxemburg. Kaupþingi í Reykjavík hafi svo flutt aftur 3 milljarða inn á reikninga FL Group og endurskoðendur félagsins kvittað undir 6 mánaða uppgjörið. Kastljós hefur í dag rætt við stjórnarmenn í FL Group þetta mál en enginn þeirra vildi tala undir nafni. Þeim ber ekki saman í öllum atriðum hvað gerðist. Einn sagði að átökin á stjórnarfundunum í lok júní hafa á engan hátt tengst þessum 3 milljörðum. Stjórnarmenn hefðu einfaldlega ekki haft hugmynd það mál. Þeir hafi sagt sig úr stjórninni vegna óánægju með starfshætti. 2 stjórnarmanna segja hins vegar að stjórnin hafi haft vitneskju millifærslu fjármuna úr félaginu án heimildar en að ekki hafi verið ljóst hvert þeir peningar fóru eða hversu háar upphæðir var að ræða. Einn heimildarmanna Kastljós fullyrðir hins vegar að stjórnin hafi vitað þessa tiltekna millifærslu upp á 3 milljarðar króna. Talsvert misræmi því í frásögnum þeirra af því hvað stjórnin vissi og hvað ekki. Heimildarmönnum Kastljós ber hins vegar saman að fleiri atriði hafi skipt miklu máli þegar upplausn varði í stjórn fyrirtækisins þessa sumardaga árið 2005. Til að mynda hafi átt að mynda 5 manna nefnd sem átt að sjá fjárfestingar FL Group. Í henni átt að setja 4 af 7 stjórnarmönnum FL og 1 varamanna stjórnarinnar. Þremenningarnir, Inga Jóna, Árni Oddur og Hreggviður gátu ekki sætt sig við þetta samkvæmt heimildum Kastljós. Þau áttu enda ekki að eiga sæti í þessari nefnd og töldu sig því ekki geta borið ábyrgð á fjárfestingum félagsins í stjórn þess. Þá var ósætti vegna áforma kaup á flugvélum sem ekki átt að nota í rekstri Icelandair og einnig áform að FL keypti Skeljung sem þá var í eigu Pálma Haraldssonar í Fons. Ekki var heldur sátt að FL Group keypti í Tryggingamiðstöðinni líkt og hugmyndir voru uppi Þá sagði einn stjórnarmanna að sín tilfinning hefði verið sú að Jón Ásgeir Jóhannesson hefði haft mikið ákvarðanir félagsins að segja á bak við tjöldin. Einnig var tiltekið að of hratt hefði verið farið í fjárfestingum til að mynda þegar bréf í Íslandsbanka voru keypt en stjórnin vissi ekki af því fyrir eftir á. Þetta stangast á við svör Hannesar Smárasonar í Kastljósinu í október sama ár. Tókstu eitthvað því ákvarðanir án þess að bera þær undir stjórn meiri háttar fjárfestingar? Nei, alls ekki. Það er bara röng og það er bara rangfærsla. Hvað með fjárfestingarnar í Íslandsbanka til að mynda var 4 milljarða? Það var allt saman frágengið og klappað og klárt í stjórn félagsins. Af allri stjórninni? Ekki af allri, ekkert endilega af allri stjórninni, allavega það var einróma með þeirra sem tóku það ákvörðun, já. Samþykkt á stjórnarfundi alveg? Já, já. Með formlegum og réttum boðlegum? Já. Allt þetta, og ekki síst kaupin á Íslandsbankabréfunum, höfðu mikið það að segja að stjórn FL sprakk á sínum tíma. Hannes Smárason svaraði grein Agnesar Bragadóttur með yfirlýsingu í gær og sagði fullyrðingar Agnesar ósmekklegar. Jafnframt í yfirlýsingunni vísa til orða Jóns S. Helgasonar, löggilts endurskoðanda hjá KPMG,
þar sem hann svarar spurningu Vilhjálms Bjarnasonar stærri millifærslu félagsins á þessum tíma. Þar segir: Málum væri þannig háttað að töluverði fjármunir væri ávöxtun á hverjum tíma, en skemmst væri frá því að segja að allar útborganir félagsins hefðu skilað sér tilbaka með eðlilegri ávöxtun innan mislangs tíma og hann geti staðfest að þar var engar slíkar greiðslur sem Vilhjálmur vísaði til. Við skulum nú heyra brot úr viðtali sem Kastljós átti við Hannes Márásson í október 2005. Í fyrsta lagi þá var þetta bara samkomulag á milli okkar og Ragnhildar að hún myndi láta af störfum og hún fullkomlega sátt við þá niðurstöðu. Hannes, getur það verið alveg þannig vegna þess að hún ráðin með pomp og prakt og það blásið í herlúra þegar hún tekur við fyrir örfá mánuði? Hún náttúrulega búin að staðfesta það í viðtali við Stöð 2 á síðastliðinn miðvikudag, þannig að ég held að það fari nú ekkert á milli mála. Svo það náttúrulega ekkert skrítið ef þú horfir bara á hvað við erum að fara að gera, hvernig við erum búin að endurskipuleggja félagið. Við erum búin að taka inn geysilega mikið af nýju hlutafé og ætlum að horfa til þess að fara í mikla sókn og þá þurfum við náttúrulega að hugsa það hvernig viljum við skipuleggja fyrirtækið til framtíðar. Það grundvöllurinn á bak við þessar breytingar sem við erum að gera núna á fyrirtækið. Hvað breytist á þessum stutta tíma frá því að Ragnhildur er ráðin inn vegna þess að þið fóruð í viðamikla skipulagsbreytingu fyrir fáeinum mánuðum síðan? Jú, það rétt. Við erum hins vegar bara fyrirtæki sem í hraðri þróun og það nú bara ekkert lítið að fara með hlutafé félagsins úr tæpum 20 milljörðum í 67. Það myndi nú einhvern tímann verið kallað ansi mikil breyting á starfsemi félagsins. Þannig að þetta liggur náttúrulega bara í því að við erum að hreyfa félagið áfram og við tökum bara mið af þeim þörfum sem að félagið hefur til framtíðar. Og svona umbreyting, skipulagsbreyting í vor, nýr forstjóri ráðinn, stjórnin gengur út, nýr forstjóri gengur út og önnur skipulagsbreyting, þetta bara liður þó í einhver eðlilegu ferli, við skiljum þetta eða hvað? Já, það sem ég er að segja er bara þetta. Við vorum að kynna í dag með mikla breytingar á fyrirtækinu. Við erum að taka inn mikið nýtt hlutafé, við erum að kaupa danskt fyrirtæki, við erum líka að fara í samstarf með KP banka í tengslu við leigu á flugvélum. Þannig að fyrirtæki sem að menn hafa verið að fylgjast með er að þróast áfram. En talandi þá kaupan á Sterling, þetta félag sem að Pálmi Haraldsson í Fonds keypti, ekki fyrir löngu síðan á 4 milljarða. Hann núna að selja ykkur þetta inn í FL Group á 15 milljarða króna. Hvernig getur útskýrt þennan stóra mun á þessum stutta tíma? Já, í fyrsta lagi þá veit ég nú að hann keypti félag á miklu hærri tölu en 4 milljarða. Þetta var það sem kom fram. Hann verður að svara náttúrulega fyrir það sjálfur. Við teljum okkur eins og að hafa gert. Hvað keypti hann á þá? Já, hann upplýsir það. Það ekki mínum verkahring að upplýsa það, en það hef ég engar áhyggjur af því. En voru það hærri tölur en þessi 4 milljarðar semst? Já. Miklu hærri? Já. Lagði FL Group einhverja peninga inn í það þegar að Fonds keypti Sterling? Nei, alls ekki. En þú sjálfur persónulega? Nei, alls ekki. En félög eða fyrirtæki þér tengdum? Nei, alls ekki. Tengdum flugleiðum? Nei, ekki komið nálægt því. Þannig að þú hefur ekki á neitt nátt hagnast persónulega sjálfur að þessari... Nei, alls ekki. Sölu á Sterling inn í FL Group? Nei, alls ekki. Ég bara þverneita því. En hvað með sögursögnir það að þú hefur án heimildar stjórnar tekið 3 milljarða og millifært 3 milljarða út í fyrirtækinu á reikning út í bæ? Ragnhildur á sín tíma átt að hafa gert athugasemd við þetta? Þetta bara þvæla. Þetta bara þvæla? Já. Alveg frá upphaf til enda? Frá upphaf til enda. Væri ekki bara klókt? Enda líka nú horfum við bara á rekstur félagsins. Við erum að skila 8 milljarða hagnaði fyrir fyrstu 9 mánuðina. Þetta besti árangur sem félagið hefur nokkuð tíma náð. Það er ekki rekstrarhagnaður? Það er líka rekstrarhagnaður inn í því. Það er að hluta til líka. Gengishagnaður hluta? Það er líka, auðvitað. Við erum fjárfestingafélag sem að náttúrulega þýðir það að hagnaði félagsins myndast bæði út í rekstrinum og út í fjárfestingum. En væri ekki klókt Hannes af þér núna að útskýra bara hvað það sem að gera það verkum að Ragnhildur fór út vegna þess að það talað að það séu þarna einhverjir svona árekstrar, stjórnunarlegir árekstrar við þig og annað. Svo ganga þessar sögur sem við erum að vísa hér til og höfum heimildir fyrir ýmsu af því. Það nú bara þannig að sögur ekki staðreyndir og það var bara samkomulag það að hún hætti á félaginu. Það gerist í fullri sátt, bæði hennar og stjórnarfélagsins. En Hannes, við höfum ákveðna heimildir fyrir þessum sögum. Þetta ekkert eitthvað sem kannski við grípum alvörulega í lofti. Já, þú voru þá bara að kanna þessar heimildir betur. Þetta þannig sem við höfum ákveðið að skýra frá þessu ferli og þetta var bara gert í fullkomnu sátt. Var aldrei neitt ágreiningur á milli ykkar? Auðvitað kom alltaf upp mál sem að mönnum greinir á. Það bara eðlilegt. Gagnrýndi hún þín stjórnunaraðferð? Nei, alls ekki. Það var ekki þannig.